Már Wolfgang Miksa, blessaður. Þú ert hagfræðingur og hélst fyrirlestur núna í Háskóla Íslands á föstudaginn. Eiginlega tilefni af því að það 80 ár liðin frá hruninu mikla á Wall Street. Já. Og þar sem hafði verið í gangi hrikaleg bóla í langan tíma sem sprakk með þessum ógurlega hverli. Og það sem þú ert nú eiginlega að gera í þessu líka að bera saman það sem líkt með því sem var þá og svo með bólunni miklu sem sprakk á Íslandi fyrir rúma ári síðan. Jú, það passar. Já, fyrirlesturinn sem var hluti af Þjóðspeglinum, Brother Can You Spare a Dime, það sem sagt hann heitir Once Khaki Suits. Já. Það lína úr laginu Brother Can You Spare a Dime sem var kannski táknmynd kreppunnar. Frægt dægulega á kreppunni. Jú. Já, já. Og það, mér finnst það svona viðeigandi því að það sungið Once Khaki Suits, Gee Whiz We Looked Well, Já. Þannig voru við. Já. En nú erum við að spyrja bræður okkar og systur, Brother Can You Spare a Dime. Já. En þetta er svona ákveðin svona, þetta er samfélagsleg efnahagsfræði. Já. Það verður að líta til samfélagslegra þátta. Já. Og það náttúrulega eitthvað sem þarf að gera þegar svona gerist því að það ekki nóg að horfa bara í þetta er ekki bara einhverja tvölur. Nei. Og það sem að gerðist var það að það var aukning á fjármagni í umferð og þetta kallast á ensku easy money. Gerist svona, þetta er típist að þetta gerist þegar að velferð hefur ríkt í töluvörðan tíma, menn mikið vill meira. Og þegar fólk fær meiri fet milli handar þá eru fleiri krónur eða dollarar eltast við sömu eigninar, þær vaks ekki jafn hratt og eignaverði myndast þannig að það myndast ákveðin tálsýn auð. Það myndast þessi blekking. Já. Og það er stundu sagt að sko ekkert trufli sálartetu fólks eða dómgreitt manna jafn mikið og sjá vini sína verða ríka. Og þetta gerðist hér að þú leist út úr gluggan og það var nágrannur komið með nýjan bíl og nýtt hús og samt sem áður var hann kannski búinn að kaupa eitthvað hlutabréf og bara manneskjan hafði mikið betur heldur en þú sjálfur. Og það mynda svona stigmagnandi áhrif. Og þá ferð þú af stað sjálfur. Þá ferð þú sjálfur af stað. Eins og stundur sagt sko, aparnir gera það sem aparnir sjá aðra gera. Og samhliða öllu þessu að þá lendum við því að við erum að sjá það er internetspilgan í gangi, svona samskiptamunstur breytist og þetta er svona bara svipað og gerist í Bandaríkjunum. Útvarpið kom fram 1921 og það er svona, þetta tengir þjóðina saman. Þannig að við erum með svona þessa nokkra þætti og það er líka bílamenningin fór að stað í Bandaríkjunum á þessu tíma. Og hér þá hættum við að keyra á gömlum Peugeotum og Citronum. Það keyptu sér allir jeppa, Range Rover og annars líka. Byggingar, það er bara sprutt upp eins og gorkúlur. Og bara eins og Alibert þegar hann kom, ef ég man rétt, vorið 2008, þá sagði hann I give you 1 year before everything crosses. Þessi hagfræðingur frá Chicago sem kom hérna og bara horfði á byggingar hérna og sagði þetta mun hrynja. Þetta mun hrynja, já. Og pluss það að við erum með þetta, það tala erection index, ég ætla ekki að fara að þýða hvað það er, en það hefur eitthvað með það að gera að byggja háa byggingar. Og bara eins og ég held að það verið 28-29, þá lauk stríðinu milli Chrysler og Raskop. Chrysler byggingi var næsthæst, Empire State Building var hæsta byggingin, við fengum Smáraturnin. Og Höfðaturnin. Já. En þetta er eitthvað svona stemming sem myndast þar sem fólk algjörlega missir í rauninni tengsl við veruleikann. Já, og svona bjartsýni verður allsráðandi og það sem kannski er illu verra er það að þeir sem að lýsa yfir ykkur þó að sé ekki nema bara efasemdum að koma fram með varnarorð, að þeir eins og tala Paul Warburg, sá sem að stofnaði Seðlabankann á sínu tíma í Bandaríkjunum, arkitekti þar. Þegar hann sagði að það væri bara spekulatív orgía væri bara hafin í Bandaríkjunum, þá var sagt að hann væri að sandbagging American prosperity. Og bara, hann væri bara að rífa niður
efnahagsundur Bandaríkjanna. Og þetta breytist út í samfélagið og við vorum með okkar greiningadeildir og þær, þó svo að þær hafi suma hverjar lýst yfir einhverjum efasemdum, húsnæðisverð orðið og haft og það væri hugsanleikur samdráttur framundan. Það sem að þetta keyrði alla þessa bjartsýni áfram var gengi hlutabréfa. Og þær eru náttúrulega að segja okkur að þetta hækki alveg hljótalt. Já, þetta eru misvísandi skilaboð. Þetta má ekki lækka. Undir þess að byrja að lækka, þá er bara búið. Já. Og þú sendir mér nú alveg óbúðslega merkilega, sem ég ætla nú bara að fá að setja á netið, greining til dæmis Kaupþings á Exista, bara ekkert löngu fyrir hrunið. Og það er alveg súkust að sjá það. Hún er nokkuð ótrúlega sú greining. Það sem við mælum með kaupum þó svo að hver maður, það ætti að vera nokkuð augljóst fyrir alla þá sem hafa tekið bara hafi grunnundirstöðu þekkingu í viðskiptafræði, sjá að gengi fyrirtækisins var bæði allt og hátt og áhættan tengd fyrirtækinu var bara hreint ótrúleg. En svo fylgir þessu náttúrulega öll skuldasöfnunin og þessi aðgangur að lánsfé. Svo fylgir, sem sagt, þetta verður til þess að að bara gengi hlutabréfa hækkar stöðugt og bara rétt eins og ég meina það voru enga greiningadeildir í Bandaríkjunum á þessu tíma en allir hagfræðiprófessorar, Yale, Michigan, allir þessi skólar, þeir voru alveg bjartsýnir og þetta var til þess að almenningur hafði í raun og veru engar forsendur til að halda annað en allt var í himnalagi. Sem þá kannski svipaður hér. Já, sem við svipa hér. Ég meina, hvað átti fólk halda annað? Þannig að við vorum með það sem var hér og í Bandaríkjunum. Við vorum með aukna spákaupmennsku, það var að gerast í Bandaríkjunum. Eignarhaldsfélög, þau grassur hér út allt, svipa í Bandaríkjunum. Þeir voru með sín FL Group og Exista og auk þess þá voru skattalækkaðir, sérstaklega fjármagnsskattar, þau voru lækkaðir í Bandaríkjunum á þessu tímabili. Það gerir það að verkum að menn, bæði þá verða menn, þeir ríku verða ríkari og misskipting auðs eykst, en það er líka það að þessi forsenda að lækka skatta er að menn fjárfesti í ykkur önnur verkefni, smá saman breytist það að menn fjárfesta bara í aðra fjárfestingar sem ekki verði og þetta myndar svona bara ákveðin dóminóeffekt og í raun og veru þá eru allir að græða á því að taka lán. Og það er þessi óhóflega lántaka sem var fyrir kreppuna í Bandaríkjunum og svo hér heima. En síðan hrynur þetta allt og það er nú spurning og þetta er í miðjun af því sem má kannski kalla svona laissez-faire stjórnmál, það sem að menn gefa hlutina mjög frjálsa. Já, það er ákveðið svona frjálsræði í gangi sem að kannski sjálfu sér ætti ekki að vera í ólagi, en ef maður líki það við einhvern knattspyrnuleik, ef þú ert fótboltamaður, sumi fótboltamenn sóla og aðri gefa boltan, en það er ekkert gaman að spila fótboltaleik eða er engar leikreglur í gangi. Og leikreglum var ekki fylgt eftir og það sem að munurinn eiginlega bara kannski ef það er einhver lærdómur í mínum huga sem ég læra þessu, það er það að menn voru að vitna í leikreglur sem voru ekki lengur til staðar og það var það að 1999 þá voru múrar á milli viðskiptabankastarfsemi og fjárfestingabankastarfsemi í Bandaríkjunum. Þeim var upp til hliðar. Íslenska bankakerfið, það óx svona mikið eftir þeirri fyrirmynd, sem sagt fyrirmyndinni eftir 99. En það sem gerist árið 1933 er að þessu múrar þeir eru settur upp að því að svo margir banka fóru á hausinn við það að þeir höfðu verið að taka þátt í þessu hlutabréfaleik. Síðan, þetta helst í 66 ár, þá voru múrarnir lagðir niður, þeim er rutt til hliðar. Og ég gleymi að segja það, 33 þá var sett upp þetta tryggingakerfi. Innstæðutryggingakerfi. Og það kerfi er auðvitað fyrst og fremst hugsað til þess. Hugsunum bak við það er
að þú getur sett pening þinn í einhver banka og verið nokkuð viss það að þú fáir endurgreiðslu að því að þetta banki svona í hefðbundinni bankastarfsemi. Það ekki verið að taka ykkur áhættur. Ég skil ekki af hverju þetta sé ekki forgangsverkefni hjá íslensku stjórnvöldum að læra eitthvað af núverandi hruni, rétt eins og gerðist fyrir tæpum 80 árum síðan í Bandaríkjunum og þessi viðskiptabankastarfsemi hér verði það eina sem við tryggjum, fjárfestingabankastarfsemi, hún njóti engra tryggingar. Og ég meina, hefðu við haft þessa múra, þá hefðu við ekki IceSafe í dag. IceSafe féll að því að það hefur að fjármagna allskis fjárfestingaverkefni sem að endur illa. En við höfðum ekki þennan aðskilnað. Við höfðum ekki aðskilnaðinn. En þú telur að hann sé alveg nauðsynlegur? Alveg, tvímælalaust, og ég ekkert einn þá skoðun. Nei, en segðu mér, mig langar að nefna eitt fyrst að ég hefði hérna í settinu. Þú hefur verið að halda á lofti dálítið skoðun sem ég veit ekki hvað vinsæl, því að, og hefur kastað fram þessi spurningu, hvort að þú eigir að borga bílalán nágrannaðins eða húsnæði nágrannaðins. Já, þetta viðkvæmt mál. En ég mjög ósáttur við það að skattpeningar mínir og barna minna fari í það að greiða neyslulán annarra. Ég vil auðvitað ekki að greiða húsnæðislán annarra líka, en þar, sérstaklega hvað erlendulánin varðar, þar voru bankar að veita arfaslaka ráðgjöf. Bankar sem að Íslendingar núna eiga. Og því verður að taka sérstakt tillit til þeirra. Því að þó svo, þeir sem að tóka erlend lán, þetta voru 3 hópar. Þeir sem að vissu af áhættunni en ákveðu samt að taka hana, þeir sem að fengu slaka ráðgjöf og var sagt að það var einhver áhætta en þeir þurfti ekki að hafa verulega ráðgjur að því. Og síðan 3. hópurinn sem var bara fólki, ég hef sögur af fólki þar sem að það var bara hringt til þeirra fyrrabráð og sagt, þú ert með ykkur íslensk lán hérna, ert að greiða allt og háa vexti, taktu erlent lán. Hér var klárlega slök ráðgjöf í gangi. Árni Árnason skrifaði frábæra grein þetta í upphafi árs 2004. Þar bendur hann á að Seðlabanki Íslands sendi viðvaranir til banka að tilmæli að vera ekki að lána fólki slík lán. En þetta virðist ekki hafa verið gert. Þannig að ég dreg, þetta auðvitað, menn geta síðan sagt, já, sumi fjármögnu neyslu með íbúðalánum, en einhvers staðar verður að draga, það verður einhvers staðar að draga strik í sandinn og segja, hingað, hér eru við tilbúin til aðstoða fólk og hér fólk greinlega á eitthvað neyslufyllir í. En ertu hræddur að menn gangi of langt? Já, ég skil ekki af hverju það verið að veita almenna niðurgreiðslu til bílalána, til dæmis. Mér finnst það ekki rétt. En það eru auðvitað sérstakar aðstæður hjá sumum, fólk hefur mist vinnuna og annað slíkt, auðvitað að taka tillit til þess. En svona almennt séð, nei, ef ég fer á flipp í útlöndum, átt þú að taka þátt í þeim kostnaði? Já, það er spurning. Já. En Már, ég þakka þér kærlega fyrir komin í þáttinn, þetta er búið í dag, við verðum hér aftur að viku liðinni. Takk.